Hákon Snorri Rúnarsson 9 ára og býr á Sauðárkróki. Honum þykir afskaplega gaman að gleðja aðra og með sinni ljúfu framkomu og bjarta brosi bræðir hann alla í kringum sig. Hann mætti nýlega á sjúkrahúsið á Sauðárkróki færandi hendi. Segðu mér, Hákon Snorri, hvernig kom það til hvernig dettur í hug að fara að gefa sjúkrahúsinu hérna öll þessi útför? Pabbi hann lá á sjúkrahúsinu og honum leiddist aldrei og prófaði 3 útvörp, en þau voru öll biluð. Hér á sjúkrahúsinu á Sauðárkróki? Já. Og hvenær var þetta? Þetta var svona ágúst. Já. Og hvað var þá hægt að gera? Fórstu heim og náður í útvarphandunum? Nei, ég hélt tombólu og amma mín, frænka mín og mamma mín kom með dót að tombóluna. Og ég hélt tombóluna í andirinu hjá Skaffó. Skaffó, fyrir þá sem ekki vita hvað Skaffó er það skagfirðingabúð? Já. Og þar varstu með tombólu og varstu með mikið að dóti? Já, cirka 100 hluti. Var ekkert erfitt að safna þeim? Nei, ekkert svakalega. Og hvernig gekk að selja? Það gekk bara rosalega vel. Hvað vel? Ég fekk 21.003 krónur Já. á tombólunni. Og hvað, ástæðan fyrir þú varst að halda þessa tombólu, hver var hún? Hvað langaði þið til þess að gera? Mér langaði að gefa sjúkrahúsinu 10 útvörp. En hvað dugði 20.000 krónurnar í fyrir mörgum? Sko, fyrst dugði þau fyrir 6 og svo fékk ég fleiri pening og þá dugði það fyrir 10. Já. Og hvar keyptir nú þessi útvörp? Í Elko. Ég fékk afslátt hjá frænda mínum. Já, hann hefur viljað styrkja svona gott málefni. Já. Svo komstu með öll þessi útvörp hingað upp á sjúkradeildina og hvar voru þau nú sett? Þau voru sett bara upp á sjúkradeild. Hér inn á herbergin? Já. Hvernig heldur þetta hafi breytt einhverju fyrir fólki sem liggur hérna? Já. Hverju? Þau hætta meira að leiðast. Já, manni leiðist nú svolítið að vera á sjúkrahúsi. Hvernig leið pabba þínum að vera á sjúkrahúsi? Ekkert svakalega vel. Var hann lengi hérna? Já, dálítið. Hvað það margir dagar? Cirka svona hálfur mánuður. Já, eða eitthvað svoleiðis. Já. Og af hverju þurfti hann að liggja hérna inni? Það því að hann var með brjósklos. Já, þá finnur maður dálítið mikið til. Já. Og þá eru dagarnir langir þegar maður finnur til. Og fékkstu þessa hugmynd bara útvörpin alveg bara einn og sjálfur, eða hvernig? Já. Þetta var mjög snjallt hjá þér. En hvernig leið þér svo þegar þú komst og gafst þessu útvörp? Hvernig tilfinning? Mér leið bara rosalega vel. Hvað var svona það besta við að geta gefið? Það var að fá bréf. Frá hverjum? Það á sjúkrahúsinu. Hvað stóð í bréfinu? Það stóð þakkarbréf. Þau voru semst að þakka þér? Já. Og hvað gerðir þú nú við bréfið? Ég á eftir að sitja það í ramma og hengja það upp í herberginu mínu. Já, það er góður staður. Þeir sem voru hérna, voru þeir glaðir, þeir sjúklingandi sem voru hérna? Jep. Og búið að þakka þér fyrir og mynda þig og allt. En ég veit alveg að þú ert svo rosalega hjartahlýr og góður strákur. Ertu að hugsa að fara að safna fyrir einhverju fleiru? Já, getur bara vel verið. Eitthvað annað gott málefni? Já. Ertu búin að ákveða það eða ertu að hugsa? Ég er að hugsa. Var ekkert erfitt að vera einn að gera þetta allt? Ekkert rosalega. Nei. Dálítið. Heldurðu að fleiri krakkar en þú geti gert svona góða hluti? Alveg. Já, alveg auðvitað. Já. Það bara hvetja þau til þess að fara að setja saman tombólur. Já. Er það ekki? Takk fyrir þetta kærlega. Gangið vel í lífinu. Takk kærlega fyrir.